Bara 1-0 sigur á Úkraínu, þetta tókst. Já, þetta tókst og það var heldur betur eitthvað sem við náðum mikið fyrir. Við að berjast allan tíman og vera á tánum. Þær voru að gera marga góða hluti en já, við skoruðum 1 mark og það er ekkert, þannig að sigur er það. Gott mark sem við skorum, náður að flikka boltanum áfram á Telmu. Já, mjög gaman að eiga þátt í marki og já, við náðum að brjóta þær nokkuð upp með því að vinna skallegin við og komast bak við þær og sem skilaði síðan sigurmarkinu. Telma klárar þetta frábærlega. Gleður mig mikið að sjá hana skora og leggja mikið að vinna inn í þetta og bara á þetta fullkomlega skilið, þannig að gaman að hafa náð að vinna. Gaman að eiga þátt í fyrsta landsmarki hennar, væntanlega ekki það síðasta. Já, það er mjög gaman. Ég er bara mjög stolt af því og það er bara gaman að fylgjast með henni. Þetta er bráðefnilegu leikmaður sem getur allt ef hún leggur vinnuna og viljuna til staðar. Þetta var alls ekki auðvitað leikur. Hildur var að tala á hann, það bara hefði verið ógeðslegu leikur. Já, þetta var í rauninni bara leikur frákastana. Boltinn var bara eins og pingpongbolti hægri vinstri. Það var ekki rosalega mikill fótbolti í þessu en við vildum þetta meira og við settum vinnuna inn. Þetta var bara mjög erfitt og ég held að séu margar sem eru bara 5 mínútur í krampa hérna, þannig að já, við þurftum algjörlega að hafa fyrir þessu. Þú hljópst alveg greiðlega mikið í þessum leik, varst þú ekkert 5 mínútur í krampa? Ég var alveg 5 mínútur í krampa, ég genið það alveg, ég var alveg búinn að því og bara gaf allt sem ég gat og síðan var næsta klára að vinna þegar tankurinn var tómur. Varstu þið fegin að fá að fara út af þannig að var tankurinn alveg búinn? Já, það var bara gott að klára þetta, maður ánáttúrulega bara verið þannig, maður á bara að klára sína orku og síðan næsti klára bekknum. Það er ástæða fyrir að við séum með góðar bekknum, við viljum nýta það líka, þannig að gera bara að klára það sem maður hefur og svo kemur bara næsta í mannstað. Svo Ella dóttir mætti bara beint út á völl eftir leik? Já, hún mætti beint inn á völlur eftir leikinn og fékk í fyrsta skipti í landsleik að leiða mig inn og það var mjög sérstök tilfinning fyrir mig að fá að leiða dóttur minn inn og að fagna með henni eftir leik og líka mjög gaman. Búin að bíða lengi eftir þessu? Já, ég viðurkenni að þetta var alltaf svona lítið markmið sem við langaði að gera. Ég hef búin að upplifa þetta oft með Köln, líka þegar við spilum stærri leikinn í stóra stadiunum en hún er alveg vön þessu en að fá að gera þetta í landsleik er alveg eitthvað sérstakt og já, maður fyllist bara stolti. Hversu gaman er þetta að sé fyrir hana? Þetta er held ég bara eitthvað sem hún á eftir að átta sig kannski enda meira á seinna en hún elskar að vera þarna, hún er náttúrulega bara algjör prinsessa og hvítið hana mjög vel, þannig að já, ég held að hún gæti ekki verið hefnari. Maður sér að hún er bara skemmtikrafturinn í hópinn. Já, hún er bara tekin inn í hópinn bara með opnum örmum og bara partur af fjölskyldunni og ég er svo þakklát fyrir það. Takk fyrir þetta, bara